frábært að vera á Djúpavogi og ég ætla að byrja á að þakka Austurbrú, Jónu og Jónínu, sérstaklega og öðrum starfsmönnum Austurbrúar fyrir að hjálpa okkur við að koma þessum fundi á. Forsagan er svo að ég og Jóna hittust á hinni litlu menningarhátíð Eistnaflugi á Neskaupstað í sumar og þar fórum við aðeins að ræða hvernig kynningarmála sjókvíaeldisins hérna fyrir austan væri háttað og niðurstaða svo að það ætti að bæta aðeins úr og við lögðum drögin af þessu fundi sem Austurbrú hefur síðan haldið að við vandað að skipuleggja. Ég held að ég sé bara í neðan verðbæri til að fletta læruminn. Þú vinka jólinu? Ég vinkaði jólinu. Þetta kannski aðeins, ég ætla að byrja á að fara aðeins yfir bara framleiðslu og stjórn í fiskeldi á Íslandi. Og þarna get ég bent, eða nei, ég get ekki bent. Ég get bent á það. Ég vona að sjá þetta, en kannski aðal tölurnar eru, ég nú bara hingað, ég búið að heyra í mér. Árið 2016, við í efstu línunni erum við laxinn. Árið 2016 lítur út fyrir að við séum að framleiða ríflega 15.000 tonn og þá er framleiðsla í þessu samhengi slátramagn og ég takk mikrofónum. Já, það var að heyrast. Stein. Hérna. Það var bara hans ráls. Dreifum þetta frá tímanum mínum. Við gerum þess ráð fyrir að framleiða 15.200 tonn af það er miðað við slátramagn og það er nánast tvöföldun frá síðasta ári og það er allt í laxi, tvöföldun í sjálfur og í laxi. Ef við skoðum hérna lengra tilbaka þá sjáum við að árið 2006 þá var verið að framleiða 7.000 tonn en þá er verið að klára verkefni í Mjóafirði og reyndar hérna í Berufirði áður þar undan líka sem var kannski síðasta fylgja laxeldi sem við séum á Íslandi. En það er kannski meira spennandi að spá í hvað er framöndan og með það sem er verið að syndandi í sjókvíu núna þá verður slátrað með 11.000 tonnum 2017. Ef ég hefði sett inn 2018 þá væri komin áhrifin af fiskinu sem er syndandi nú þegar hér í Berufirði og þá verður við í kringum 20.000 tonn á Íslandi af bara lax. Ef þetta lítur út núna þá verður við ég reynir nú að miða mína tölur við hvað er syndandi í Seljastöðum, halda mig svona við raunveruleikann. Við verðum á nokkurs vafa í kringum 30.000 tonn bara á Vestfjörðum 2020. Þannig að við verðum, ef ekkert óvænt kemur upp á, þá getum við vænt þess að minnstakosti 2025 verði verið að framleiða 50.000 tonn af laxi á Íslandi. Og svona til samanburðar þá ef við skoðum landbúnaðinn, þá erum við að fara fram úr honum í matvælaframleiðslu strax 2018. Og það byggjum við þá bara á þeim fiski sem er syndandi nú þegar. Þú reyna ekki að fara þetta að fletta? Ég ætla bara að stökkva yfir aðra tegundir því að við erum kannski að horfa hér fyrst og fremst á laxalánir. Þetta hér er gríðarlega mikilvæg mynd sem að margir þekkja. Og sýnir í raunverulega sjókvíaeldissvæði við Ísland með laxfiska og jafnframt bannsvæði. Það er sem sagt, frá því 2004 er óheimilt að hala laxfiska í sjókvíum á öðrum svæðum heldur Vestfjörðum, Austfjörðum og í Eyjafirði og reyndar Öxarfirði líka. Og við sjáum það er búið að loka fyrir laxeldi þá í kringum allar mikilvægustu laxa á landsins og þetta er gert með þess hag villta laxins algjörlega í huga og það er mjög mikilvægt í þessu samhengi að muna hvers vegna þetta var gert og hvernig það kom til. Það kemur þannig til að veiðimálastjóri hann framkvæmir áhættumat í tengslum við verkefnin á Austfjörðum upp úr aldamótum og þá var álíka neikvæð umræða sjókvíaeldi og við erum að upplifa núna. Og þetta er svona sáttamiðlunin sem verður úr þeirri vinnu. Það er að segja að það er bara lokað fyrir eldið á þeim svæðum þar sem það er talið geta orðið skaðlegt komið til slysasleppingar. Þetta er svo mynd sem við höfum búið við síðan 2004 og á þessu regluverki hafa fyrirtækin sem nú eru að byggja byggt sína tilvöru. Það er að segja að þau hafa
heimild til að vinna á þessum svæðum og þau eru að vinna á þessum svæðum. Þau eru ekki að fara út fyrir þau og þau mega ekki fara út fyrir þau. Þannig að í raun og veru fjárfestingafélagana sem að nú eru starfandi hér á Vestfjörðum og eru að byggja hér á Vestfjörðum, þau byggja á því að þarna megum við vera. Og veiðimálastjóri skrifaði reyndar grein sem að á þessum tíma sem að einhvers staðar verða vondir að vera. En hann reyndar verið sem er því að það sé óljóst hvort hann átti við okkur eða hina. Þannig að hann lætur það hanga, en við vitum svo sem líka með átti. Atvinnusköpunin, við erum reyndar með hér á eftir eins og Gauti kom inn á atvinnuþróunar fyrir Vestfjarða með okkur, þannig að þeir fara nú aðeins í sína reynslu fyrir vestan. Vestfirðingar eru kannski 3 til 4 árum á undan Austfjörðunum í þessum sýklu sem er í gangi núna. En við metum þetta þannig og byggjum það á þeim rannsóknum sem fyrir liggja frá öðrum löndum að laxeldi sé að skila ca. 15 til 20 beinum störfum við framleiðslu á 1000 tonn. Og við sjáum það, svona til að samrýna það, að eftir sameiningu Arnarlax og Fjarðalax fyrir vestan, þá starfa þar 120 manns og það fyrirtæki að framleiða rúmlega 6.000 tonn á þessu ári. Þannig að það er hægt að passa nú nokkurn veginn, okkar reynsla er ekkert ólík öðrum sem passa við reynslu annarra landa. Og það er gaman að sjá þetta fyrir vestan núna, það er verið að senda frá sig Víkingur, ekki rétt með 200 tonn á viku. 200 tonn á viku er að fara með trukkum vestísku vegina suður á laxi. Og sumt á hann fyrir alltaf í Gaustur á Seyðisfjörð í ferjuna. En það eru nú þegar 200 starfsmenn í fiskeldi á Vestfjörðum í fullum ársverkum og fara vaxandi. Og við gerum ráð fyrir þessi ára, hérna verði kannski 50.000 tonn milli 2000 og 2025. Og það segi ég að því gefnu að koma ekki neitt óvænt upp á. Þegar það er aðeins farin fram úr mér í hérna að telja syndandi spóla. Þetta, ef að það gengur eftir og hérna 15 til 20 starfa viðmiði heldur, þá eru þetta hátt í 1000 störf í fiskeldi, sem sagt í tengt laxeldi, við seiðastöðvarnar, sjókvíaeldi, vinnslu og pakkum á næstu 10 árum. Við berum okkur nátt saman með Færeyingana. Þeir eru miklir verandi lítið bræðar okkar í austri, þá verður stóru bræðar okkar í fiskeldi því þeir eru afar langt komnir og hæfir. En bara svona til viðmun að þeir eru að framleiða þeir sé að ná 70.000 tonnum á þessu ári og það eru 45% af útflutningsverðmætum Færeyja sem liggja í laxeldinu. Ég heldur mig að bara þetta. Og aðeins kannski meira atvinnusköpunina og þá kannski við verðum að skoða þetta með afleitusköpunin. Það er nú oft sagt að það liggja annað eins af afleitusköpun, það er erfiðara að mæla það, en hvar liggja þau? Þau liggja í fóðurtengdum verkefnum, það er að segja framleiðslu. Reyndar er nú mest að fóðri flutt inn eins og en það er enga síður framleitt fóður á Íslandi líka, sérstaklega nýta á seiðastíginum. En á einhverjum tímapunkti þá verður að bæta í fóðurframleiðslu á Íslandi. Flutningar á fóðri á land og sjó, fóðurprammar, nú mynda fóðurpramma í og Arnarlax. Ég átti bara ekki nógu fína mynda úr sig sem er nú hérna fyrir utan, stoltið þeirra FA fiskeldisveiðstöðvarnanna. En það er þjónustu og viðhald, það eru fóðurkerfi, það er tæknibúnaður, það eru myndavélar. Það var sprottið upp fyrirtæki í kringum þetta fyrir vestan. Dæmi slíkt er starfsmaður sem var hjá mér þegar ég af Fjarðalax og fór út úr fyrirtækinu. Hann var að þjónusta okkur á tæknisviðinu og hann er nú hér í Darvindar. En hann er að þjónusta öll þessi fyrirtæki með tækni vinnu. Það er bæði varðandi, eins og ég segi, fóðurkerfi og myndavélakerfi og allan hugbúnað í kringum eldi. Og hann er með 6 manns í vinnu í dag. Það er þjónusta við sjókvíarnar sjálfar, þrif á nótum í sjó og köfun og eftirlit og viðhald. Það er til fyrirtæki fyrir vestan sem heitir Eldislausnir og það er til annað fyrirtæki sem heitir Eldisþjónustan og Eldisþjónustan er með 10 manns í vinnu við köfun og þrif á nótum í sjó með róbot. Við erum með 3 báta og 10 manns. Þannig að þetta er fyrirtæki sem hafa sprottið upp í kringum eldið á undanförnum árum. Og nú er ég að nota dæmið fyrir vestan. Það eru bátarnir, það eru þessi katamaranbátar sem við erum að nota í eldinu. Þetta er Ása BA sem er í eigu Arnarlax, kom ný til Íslands í vor. Það eru náttúrulega flutningar, það eru fleiri dæmi, það eru
flutningafyrirtæki sem hafa sprottið upp í kringum eldið. Vinnsla á pökkun, aðföng og svona umbúðir. Það var galið sem að keyra umbúðir, tómar umbúðir út á land til að setja þau fyrst og keyra þetta pakka eftir. Þannig að einhverjum tímapunkti hljótum við að framleiða bæta í umbúðarframleiðslu og það eru undirverktakar í alls konar störfum. Þannig að við erum á Valgeir komin aðeins inn á þetta eftir hjá Advest erindunum. En kannski það sem við höfum verið í undanfarnar vikur og hefur ekki farið fram hjá neinum, það er umræðan fiskeldið og hún hefur nú verið svolítið skrautleg og okkur hefur langað svolítið að fá hana inn á svona málefnalegri brautir og við skiljum það að það sé fólk á Íslandi sem hafi áhyggjur af áhrifum sjókvíaeldis á umhverfið og villta stofna. Sumt af því sem notað hins vegar hluti sem fyrir löngu búið að afsanna eða færa rök fyrir að sé ekki eins og því haldið fram. Aðrir eru erfiðari fyrir okkur, en við langar þessi sem ég með punktana við hérna eru kannski þættir sem eru þannig að við getum ekki mikið staðið að vera að svara þeim því að þeir eru svo langir. Ég ætla að nefna kannski helstu. Við höfum fengið að heyra það að eldið ráðið bara í láglaunastörf og þessi allt skipað erlendu vinnan, þannig að það sé engin atvinnusköpun á svæðinu. Það er náttúrulega bara í raun og veru algjör argasti þvættingur því það er mikil eftirspurn eftir réttindafólki í eldinu, skipstjórum, vélstjórum, gæðastjórum og fólki með alls kyns bakgrunn. Og við sjáum það bara fyrir vestan að fólki að flytja heim til að vinna í eldinu. Unga fólki að fá atvinnutækifæri á heimasvæðinu. Og það er fólki sem líklegt til að gera upp húsin og setja það vanalega. Já, þarna verið. Ég skal bæta í. Lyfjasvigt sem engar lífríki, það er engin sýklaði að lúsaleg notað á Íslandi, þannig að það er hægt að slá það af. Mengar alveg fráveist til stórborga, það er stórleitt og það er mjög varasamt að bera saman skólpfráveistir á mannabústöðum og lífrænan úrgang úr fiski sem borðar fiskimjöls, þessum sem borðar lífrænan mat. Það er engar sápur og engar olíur í því og aðalatriðið er náttúrulega að það er burðarþol sem er gert að skilyrði og Hygnu og Sólveig hafa komin inn á það eftir á káinu. Ég ætla að sleppa þessum punktum með það því að Gauti fann eitt af við mér en ég ætla mér ákveður að koma að þessu síðasta sem er þá erfðablöndun því að erfðablöndunin er kannski einhver leyti aðalmálið og við getum sýnt fram á það að ástæður fyrir samdrætti laxastofna í Atlantshafi eru ekki alveg fullþekkt. Þetta er sama leikni milli landa, sama hvort að eldi hefur verið stundað það stórfætt eða ekki. Við sjáum það til dæmis ef maður fer inn á skoðar hérna norsku hagstofuna að þar getur við séð að þeir eru að veiða meiri lax á milli ára undanfarið, þannig að stangveiðin sem slík er ekki farið niður í Noregi, ekki sjálf stangveiðin og við getum líka sé skýrslu sem sýna það að það er sterkt náttúrulegt úrval sem hamlar því að erfðablöndun beðið sem þetta kynslóð. Nú er ég ekki að halda fram að hún gerir það ekki, en það sem nú flettir þessi punktur þarna uppi, það þarf ítrekkaðar endurteknar slysasleppingar á sama svæði, þannig að konstant álag á svæði á stofnana til að áhrifin verði varanleg. Það þýðir það að einstök slepping hefur ekkert að segja. Ekki er ég að gera lítið úr áhættuna af slysasleppingum, þvert á móti, því að þetta er eitt og sér stærsta forvarnarverkefni okkar eldismanna í samstarfi við stjórnvöld. Og hvað er það búið að gera til þess? Það er svæðisskiptingin, myndin sem ég sýndi ykkur áðan. Og ég minna á að það er stundum talað eins og fiskeldi eða sjókvíaeldi sé einhvers konar tilraunaverkefni í framtíðinni. En ef við leggjum saman tölurnar á töflunum í náða, þá sjáum við að það er búið aðalega yfir 20.000 tonn frá aldamótum í sjókvíum við Ísland. Án neikvæðra áhrifa. Svæðisskiptingin einu sér, sannarlega hefur mikil áhrif, en þetta er eftir henni tekið erlendis. Umhverfismatið, sem betur fyrir skipulagsstofnun hér og mun farið þá eftir trúi ég, meiri háttar mikilvægt verkfæri fyrir íslensk stjórnvöld og öll verkefnin sem eru nú í gangi á Íslandi hafa farið gegnum slíkt umhverfismat. Það hefur hugsanlega tafið þau, það hefur hugsanlega þrengt að þeim, en það er þá kerfið þá væntanlega að virka. Og síðan er það burðarhólsmatið sem ég nefndi áðan, sem er ótrúlega mikilvægt. Fiskeldismenn hafa engan áhuga að hefja starfsemi á einhverjum staðsetningu þar sem að neikvæð áhrif eru sannarlega fyrirsjáanleg.
Viðkomandi fjörður eða vatnsflót hefur ekki hæfileikann til að þola aukið líffræðilegt álag af öllum þessum auka lífverum, þá viljum við ekki byrja þar. Þannig að það er í raun, má segja sér augljóst og umhverfislegur sjókvíaeldi sem er mikið notaður til að fjármagna þetta, hann er að fjármagna fiskeldisfyrirtækjum alveg. Og síðasti punkturinn, af því að nú er síðan Guðrún Riður, heildræn stefnumótun fiskeldis á Íslandi er eitthvað sem að fiskeldismenn hafa kallað eftir til þess að eiga samtalið við stjórnvöld og aðra greinar framtíð fiskeldis. Hvert erum við að fara? Hvað getum við stefnt langt? Við viljum ekki spenna bóðan á hátt, við viljum ekki vinna gegn hagsmunum náttúrunnar og við viljum ná einhvers sátt fiskeldi. Þannig við höfum kallað eftir þessu og atvinnuvegaráðherra hefur tekið þetta á lofti og er búin að þetta. Þessu var ljúka mitt næsta ár, þannig að vera að stofna hérna stóran hóp fagmanna sem er að koma að þessu verkefni. Við bindum mikla vonir að það verði einhvers svona róum eldið í kjölfarið. Það er markmið okkar með þessu. En gaman að sjá ykkur, ég þakka fyrir mig og vona við góða umræðu hérna. Takk.